Já, ég var semst að kynna hérna verkefni sem gengur út á að skoða kolefnis- og vatnshringrás í framræstu mýrlendi. Rannsóknarverkefni sem ansi spennandi og hefur búið að vera í gangi síðan árið 2014. Fer fram í Sandlækjamýri í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Helstu niðurstöðurnar okkar þar eftir að hafa lagt út í ýmsar mælingar á bæði kolefnis- og vatnshringrás þessa vistkerfis voru þær að þetta vistkerfi var að binda mjög mikið af kolefni, mun kannski meira en við áttum von á, sem að segir okkur bara að það var mikill vöxtur í öspinni þarna á þessu svæði. Hún var í miklum og örum vexti akkurat á þessum tíma. Hún 25 ára gömul þarna og þegar mælingarnar fara fram og eins og við vitum þá á sínu besta æviskeiði í að binda kolefni. Svæði þarna, þó þessi ræst fram, eins og ég sagði áðan, þá það frekar blautt, sem þýðir að sennilega niðurbrotið að einhverju leyti bælt í vistkerfinu, þannig að það minni losun á koldíoxíð eiga sér stað. En þetta svona skemmtilegt verkefni ef að við horfum á þessar tvær landnýtingar. Skógræktin bindur koldíoxíð, framleiðslan losar og þetta samspil þarna á milli höfum við ekki haft svo miklar upplýsingar um. Þannig að markmiðið var svolítið að skoða það og þetta kom okkur svona skemmtilega óvart hvað reyndist mikil binding á þessu rannsóknarsvæði.